Góðan daginn, Hilmi Freyr og aðrir skákmeistrar. Í dag ætla ég að taka fyrir Bayonet árásina í kóngsentísku vörn. Sem sagt, það er svipað í síðustu viku. E5, hrókering, riddari C6, D5, riddari E7 og B4 er upphafið af Bayonet árásinni. Þetta er svona mjög direkt, hvítur ætlar að leika bara G5 sem fyrst og nýta sér það sem er rými á drottningavæng. Og í síðustu viku fórum við yfir georgíska afbrigðið með biskup eina 3 sem er alveg ágætisleið líka. En nú er tekið fyrir B4. Og ég myndi segja að þeir sem vilja tefla þetta afbrigðið með hvítu ættu að fara yfir skákirnar hjá Kramnik. Hann er svona maður sletti aðeins geitin í þessu afbrigði með hvítu. Hann hafi allavega unnið Kasparov tvisvar í þessu afbrigði í gamla daga. Og það eru nokkrir leikir hérna. Riddari H5 er aðaleikurinn og A5 og riddari E8 er líka til, en það mun sem sagt transpósa í variant sem ég ætla að skoða eftir í A5. Ég ætla að byrja á riddari H5. Og riddari H5 er svartur er hugsanlega íhuga að leika F5 og riddari F4. Riddari H5 og þá er best að leika hrókur einar 1. Við erum að búa til reit fyrir biskupinn okkar á F1. Segjum riddari F4, þá fyrir biskupinn á F1. Bara svona sína sirka hvernig þetta getur telst. Hér er skák sem er lagst á. Hrókur A3 og hvítur fékk svona heldur betra í þessari skák. Bara svona dæmi, sko. Átt er A4 og hrókur A3 en já, þetta virkar voðalega meinlaust finnst mér á svart, sko. Það er engin sókn og við erum miklu fljótari hérna á drottningavæng. Hér er skák sem Erik Lóbrón teldi 1996 og hvítur fékk heldur betra. Hann er að planta riddaranum hérna á B6 og hrókurinn mjög góður annar riddarinn í vörninni og svartur er hann ekkert með neina svo. Menn eru nú ekki mikið að tefla svona á svart. Þannig að F5 er algengari leikur, A4 upprópunarmerki. Stundum eftir F5 þá er riddari G5 valmöguleiki. Sem sagt, hvítur vill reyna að fara að taka þessa veiku hvíturriti, en í þessari stöðu þá ætti svartur riddari F4 og það er víst talið jafna taflið á svart. Þannig að ég ætla að mæla með A4. Það fara hérna upprópunarmerki. Við ætlum bara að auka við rýmið okkar, fara að leika A5 og C5. Nú svartur á ýmsa leiki hér, riddari F6 virkar nú eðlilegastur og er mainline hjá mér. Skulum skoða aðra leiki fyrst. Nú A5, það virkar rökréttur leikur.
að reyna að loka búðin á drottningavæng. Þá ætla ég að koma með svona atriðisvert koncept að bara segja já, lokaði bara búðinni, leika B5. Þetta er ekkert ósvipað að skoða í biskup E3 atriðum daginn, hugmyndir hérna. Og er fastuleikur þetta F6, þá fáum við betra eftir B6. Sjáum að það verður alveg beglað þetta P hérna á B6. Held ég leiki bara hróku B1. Og svo fyrir við bara að pressa á þetta B6-beð og með góða stöðu. B6. Og hrókur A3 er upprópunarmerki hjá mér. Og hér er sem sagt hugmyndir hjá okkur dálítið svipuð og í ungverska atriðinu, þá við ætlum við að drepa á F5 og ef það kemur getur bara F5 þá er hugsanlega riddari H4. Önnur leið hérna er riddari G5 sem er allur svo leikur og hrókur A3. Tölvurnar eru mjög hrifnar af hvítstöðunni hér, 0,63 ef maður rétt. Náttúrulega alltaf smá veikleiki hérna á E6-reiknum sem okkur langar dálítið mikið að planta okkur í og svo biskup F3 og svo framvegis. En ok, við skulum kíkja á þetta. Riddari hrókur A3 og þeim riddari F6, pressar á E4, þá er riddari G5 upprópunarmerki. Við erum með augun á E6, segjum F4 og nú er svartur rosalega veikur á hvítarittunum. Þetta er D5, þá má náttúrulega ekki drepa á E6, þá drepa á G7. Ég var eitthvað aðeins að skoða þetta og biskup G4 sýnist mér að yfirbragða á hvítan. Getur bara að fara að leika G3 held ég næst. Með ansi vanlega stöðu. H6 er leikur, kemur við fyrir riddari G5. Þá kemur þetta koncept sem við varum að tala um daginn í Georgíu variantnum, drepa bara F5. Þetta er með GP, þá drepa á E5 núna, hangir á H5. Og biskup drepur H3, biskup D7 og riddari 1-4 og við erum með gott vald á þessum E4 og það er bara aðeins mikilvægt hér. Við erum sjálfsög ekki minni sérstök vandamál. Þetta halda hvítu megi fara í íhuga riddari H4 og þá getur hrókurinn fara jafnvel að blandast í þetta ef riddarinn fyrir eitthvað að horfa tilbaka. Og þetta er nú svona heldur þægileg staða á hvítan. Já, ég ætla að baka. Það er semst A5, B5. Riddari F6 er hann leikur. Kannski byrja á riddari F4. Já, þetta transpósar. Semst leikum bara biskup F1. Svo hrókur A3 og hér hafa við hugmyndirnar á borðinu. Riddarinn getur verið á G5 og svo erum við hérna G3 og riddari F5 líka. Það er aðalhugmyndin er auðvitað riddari G5. Hugsanlega G3 fyrst og svo riddari G5. Riddari F6, pressar á E4, A5. Upprópunarmerki, aukum rýmið og komum við fyrir að svartur getur leikið A5. Nú er svartur leikur F4 sem er slæmilegur, þá kemur bara riddari G5. Sýnist mér að miklu betra á hvítan einfallega. Við erum að fara að leika hérna C5 og við erum með SS-reitin. Nú riddari drepur E4, þetta er bara svona. Hótum á E4, svartur geti
Það er eitt að stinga hérna upp í þetta og þá höfum við bara ykkur D1 upprópunarmerki og við sjáum hérna örfunum plönin hjá hvítum. Hrókur A3 og H4, H5 til dæmis. Hrókurinn getur farið á G3 og rittarinn lítur kannski flottur hérna á D4, hann er samt í rauninni ekkert að gera neitt merkilegt sko, ekkert sem truflar okkur. F-dribur E4 er svona svipað. Við erum valdið biskupinn. Gott vald á E4-reitnum. Hrókur F7 hefur telst. Hrókur A2 upprópunarmerki. Við sjáum plönin hérna, biskup D3, biskup G3. Og hrókurinn er oft nýtkanlegur á A2, getur farið á D2 eða E2 eftir atvikum. Og svo valdar hann hérna eftirbyggð. Og það er þægilegst af hvítan. Kongur H8 er leikur, hrókur A3. Það er ótrúlega oft þessir hróksleikir, radical rooks eins og maður segir. Hrókarnir geta komið á hlið, H6, svartum heilla verið þetta G5, skiljanlega. Geta þetta svona, og það kemur G-dribur, þá er þetta H4 eins og í Georgi afbreyðinu. Og já, planið er semst bara hugsanlega að leika biskup D3, biskup B1 og getur farið með rittarinn og hrókurinn blanda sér í baráttunum svona í gróndráttum. Önnur hugmyndi er F4 og biskup B3. Nú rittarinn F5, þá kemur biskup D3 og við erum kyrfulegt vald á E4 og með aðeins betra. Biskupdribur, kemur rittar H4 upprópun og við erum með aðeins betra á tafl. Biskupin getur verið á D3 ef biskupin horfar. Svo er þetta að spá í C5 og svona leikum. Jafnvel leikur eins og G3 er ekkert svo slæmur ef biskupin horfar og búið að reyta hérna á G2 fyrir rittarann held ég. Já, við skulum baka. Nú C6 er til. Ef það kemur B-dribur C6 þá líka C5 líka vænlegt finnst mér. Það er að fara rætt yfir þetta. Hótum á E4. Biskup A3 og hvítur með yfirbrættu. Þetta er alltaf hrynja hjá flestum finnst mér. Hótum að drepa á E7 og D5. Þannig að rittarinn C6, biskup G5, góða leikur. Það er sem sagt, gæti freistað svars að drepa á B4 en þá hefur við hérna C5 sem er nasty og þá er B3 skák að koma og já, þetta er alltaf hrynja bara eins og spilaborg. H6. Það virkar nú aðstæðandi að drepa með hrók. Getur fórnað hérna B5, fórnað PA5 og leikir G5 með yfirbrættafli. Biskupdribur, þá er það A6 góður leikur. Sem að má aldrei drepa, þá skákum við rittarinn af. Kongur H7, drepið og biskup D3 og hvítur með tölvöld betra. Við tökum D5 reitnum og engin vandamál. Þannig að nú H6 valdar G5 reitinn, hrókur A3. Svona prinsipleikur, sjáum að örinni, hversu sterkur hrókurinn er. Og G5 kemur hettur bara F5, finnst mér. Svo þegar þurfum að herja á E4 reitinn með rittari D2 eða biskup D3. Kongur H7, þá er það mjög svipað og oft
eins og Georgíu-afbrigðinu, ritara H4 alltaf eftir G3 F5. Já, þetta plönin, biskup D3, biskup B1, rókur G3 hugsanlega eftir ritarinn fyrir eitthvað. Eftir er bara E4. Og hér erum við aðeins betri stöðu. Við erum að leika biskup D3, rókur F1, rókur A2 og rókur F2. Það er veit að sjá svartur sé með eitthvað mótspilað ráði. Já, þá er það F4. Kannski ágætt að stoppa þess hérna. Svartur vill náttúrulega G5 og G4 en hér er mjög skemmtilegt svar H4. Stöða G5 og hvers vegna ekki. Einhver getur sagt að það eru veiking en hvernig þá? Það var að sína fram á það. Það er líka kongur H8 og kemur bara G5 og ég sé ekki hana að þetta sé miklu betra á hvíta en við erum langt á undan. Og rókur F7. Sjáum hérna svartur reyna að leika rókur G7 og G5. B5 sterkuleikur, rókur G7, svartur reyna að leika G5. En hvítur strækar á undan með B6 og þetta hrynur allt. Við erum bara að fara að taka á G7, taka á D6 hugsanlega og ritari B5. Eða ritari B5 bara strax, svartur er allt og seinn. Já, þannig að þetta rókur E1 yfir ritari F5 og A4 hérna. Og þetta virðist nú vera þægilegt á hvítan. Það skulum við taka fyrir A5 sem er einn af aðaleikjunum. A5. Ég ætlaði bara að mæla með A3 sem er svona solid nálgun eins og Kramnik kaldi þetta oft. Nú ef svartur leikur B6 þá fáum við þessa stöðu upp tempo yfir sko. Með að drepa hérna og B6. Biskupinn á A3 hérna og leikum biskup B4 en hann á C1 hérna. Þannig að biskup A3, B6 er ekki góður leikur út af B3 bara A5. Þannig að ritari H5, þá kemur rókur E1. A3 B4, biskup B4. Og nú er alltaf þessi átakspunktur hérna með G5. B6, A4. En áður en kíkja B6 þá ætla ég að kíkja hérna á ritari D7 fyrst. Og svartur að fara að leika F5 og hugsanlega B6. A4, biskup H6, A5. Biskup D3, þetta er teldist hérna skáki á Carlsen og Kramnik árið 2010 í atskák. Kramnik með hvít. Kongur H8. Nú ef maður leikur F4 þá finnst mér þetta A4 vera hörkuleikur. Og já, hvítur er bara sem sagt langt á undan. Það er ekkert að gerast neitt á kóngsvængnum sko. Hangir á D6, B6 þetta vikur. Getum fara tvöfald á C-línunni. Carlsen leik kongur H8, rókur E1, C5. Gott flæði í tafnmerkunni á Kramnik. Yfirleitt tefla nú frekar röggrétt. Sjáum að peðan á D6 og B7 er svolítið veik. Já, og hér leik Kramnik þess að biskup C3 og það var með vænlega stöðu en ég var eitthvað að skoða þetta og
Ég held að þetta er D3 sé besti leikurinn. Kental svona. Og já, og hvítir með vænlega stöðu hérna. Ef ég man rétt þá hópur C talið nokkuð vænlegt sko þó við gefum hérna hrók fyrir 2 kalla. Við spá með þetta F1, hótum á D6. Þetta C8 getur verið, ég gruna að sé eitthvað taktík hérna á D6 sko, eitthvað svona. En já, þetta er nú smá útidur. Þetta er allavega mjög þægileg staða á hvítan í þetta. Tölvurnar veit þetta 0,8 til dæmis. Eflust alltaf tefli þetta öðruvísi en ég er að sýna, en allt í góðu. Kramnik, hann teldi þetta nokkuð vel. A-drepur, biskupdrepur. Nú, hrókur 1-8 er svona mentuleið, eins og maður segir. Svartur er þó ofta plana að leika C5. Og eftir framhjálaup og drepa D6 þá er hrókurinn ekkert ofan í á F8. Nú, ég vil árétta eitt að C5 geti freistað, en það er eiginlega það sem svartur er að fiska eftir hérna. Það er líka C6. Það er svona smá flækjur þig, en það er óþarfi að leyfa svörtum frá þessa stöðu og svartur er standa ágætlega hér. Eftir C6 þá er það bara sannlega bara jöfn staða við drum og C6. Þannig að C5 er mítug hérna. Betra að leika A4. Já, og við höldum bara áfram með A5 og svo framvegis. Ég kem betur að hljópumstöðum eftir. Nú B6 kemur við fyrir C5, A4. Þetta transpósar í svipað og hrókur E8, A4, B6. Hrókur E1, sína þetta, biskup F8. Hugmyndin er eins og tjáum að öðrun að leika C5 og biskupinn á F8 valdar sem sagt D6-byði. Biskup F1. Já, og biskup A3. Við erum ekki að fara að drepa hérna, það er ekki talið neitt sérstakt. Ég grunar að biskup G4 getur leikur. Ég er nú ekki búinn að skoða þetta alveg. En það er ekki andarstuðuna sko, það er betra að hörfa tilbaka. Og svartur á, við erum sérst, eftir að hörfum á A3 þá viljum við oft fá biskupinn á G1 fljótlega og hrókinu kann á A3 og svo framvegis. Svartur getur leikið biskup H6 eða biskup G7, byrjum biskup G7. Bara að sýna cirka hvernig þau getur telst. Hér er H3 ágætisleikur, ágætisbyðleikur. Sjáum hérna á örvanum plönin, hrókur B3, drang B1, biskup T3. Hugsanlega að drepa á F5 og leika riddara H4 eftir hvað svartur leikur. Svartur getur reynt að leika R4, reynt að fara í einhvers konar konsentriska árás, drang leika A1, H6, undirbýr G5, riddari B5. G5, A5 og hvítur strækar fyrst og ætti því að vera með betri stöðu. Ég sé ekki fram á að sé einhver sérstök sókn á kóngsvæng. Svartur er dálítið bundið við DSS-byggð og það eru problembækur hérna á A-línunni, þannig að skulum baka. Biskup H6 er hinleikurinn, biskup G1 samt til maður. Hér er með eitthvað fram að hrókur F8, svartur ætlar að reyna að fara í eitthvað F5 system, hrókur A3 og hér
Electronic House er gefið upp sem fínkstaða á hvítan. Já, það er alltaf þessi riddari G5 leikur gæti verið problem. Og síðan eftir við fyrir riddaran á hugsanlega B5 þá opnast þér hrókin í einhverju sóknarhugleiðingar. Skulum baka. Já, riddari H5 hrókur E1 og þetta er þægileg staða á hvítan. Við erum að fara að leika riddari B5 og A5. Gott vald á E4. Nú F5 þá erum við EP upprópunarmerki. Þá getur við með G-piðinu þá erum við E5 og við erum peð. Hangir á H5. Riddari drefur F5. Biskop F1. Og við erum gott vald á E4. Já, svartur á hrókur E8 sem er mentaður leikur, hrókur einar 1, biskop F8, C5. Nei, alls ekki, nú er ég aðeins svona endur að taka mig. Þetta verður oft svona svipaðar stöðutýpur. Finnst vel við lengur á þessu. Riddari einar 8. Þá er aðeins passokkurleika ekki A5, þá kemur C5. Þetta er svona taktíska brellan, alltaf að passa sig á þessum C5 leik. Þegar svartur valda D-sérspið. H3 er nýtsamlegur biðleikur. Hrókur E1 kom líka til greina en H3 ætlaði mæla með. Nú ef svartur leikur C5 hérna, þá megum við drepa. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Ég fórst að hérna skipta mun en og sjáum að svartur er svo veikur á svörturiddaranum. Veik svört peð út um allt. Þetta er aðeins sterkt frumkvæði á hvítan ef hann heldur vel á spöðunum. Þess að tölvurnar meta það miklu betur á hvítan, skipta mun undir. Nú F5, A5. Ef hann drepur, hann gerir þetta T2 hérna. Þetta er F6, athyglisverður leikur. Þetta er svona eðlilegt framhald. Biskop G4 upprópunarmerki. Og nú sjáum við að H3 biðleikurinn nýttist vel, það er fínt að geta drepið líka hugsanlega með peði. Biskop F5 er til dæmis bara vafasamur leikur af því að við getum fært okkur yfir í þetta endatefli hérna og það er hugsanlega bara hartnær tapað á svartan. Þessi riddari D4 gæti lent í vandræðum. Það er allavega mjög vænlegt á hvítan. Já, skulum baka. Nú riddari F6, A-drepur B6. Og dróning A3. Og hér er veiki leikurinn D6-spið. Getur farið með riddarann á B5 hugsanlega setna. Allt í lagi ofta að drepa bara F5 og leika svo riddari B5. Og já, þetta er bara miklu betra á hvítan. Já, B4, bæjarnáttárásin, hún er stórhættuleg og þetta var svona smá yfirferð helstu leiðir. Ég þakka fyrir í dag.